Fundarstjóri, dómarar, aðstandendur og góða gesti. Í gegnum söguna hefur mannkynið ávallt leitast við að uppgötva nýja hluti og það er stundum skilað undraverðum árangri. Áður en við fórum til tunglsins höfðu til dæmis bara séð grjót. En í dag höfum við séð tunglgrjót. En við erum nánast komin á endpunkt. Í dag eru djúpálar og himinháir fjallagarðar manninum engin ögrun. Sólkerfið margkannað, Mars á næsta leyti og Plútó víst ekki þess virði að kanna. En í gamla daga var því svona, í gamla daga hættu fræknir landknöður lífum sínum reglulega til að kanna nýja heima. Og margir fangar, vitleysa. Við setjum bara þessar stóru eyjum með stóra steinina þarna. Setjum það í steinin. Kristófer Kólumbus ritaði nafn sitt í sögubækurnar fyrir að ráða sér vanhæfasta stýrimann mannkynssögunnar sem ætlaði til Indlands en fór til Ameríku. Hann kallaði bara Indjána og murkaði síðan á þeim tíðir. En svo liðu ár og öld, nýlendustefnan gekk í garð og þá kunnu menn þetta. Karlmannlegir og harðsvíraðir hertogar sem fóru sínar eigin leiðir, með fána. Og ef einhver véfengdi siðferðislegt eða lagalegt réttmæti fánans, þá voru þeir með byssu. Og hversu réttmæti var lífeðlisfræðilega óvéfengjanleg. Afríka eins og við þekkjum hana var það veruleika og næstu aldina, alveg fram á einhvern tímann í fjarlægri framtíð, lifðu innfæddir álfumenn í ánauð og örbir, réttlausir, allslausir og kúaðir af sigurvegum sínum úr norðri. Hafið heyrt svarta kull? Ég hef heyrt svörtu bölvunina eða Black Cups, sem svo bölvun suðræna þjóða búa yfir olíu. Bölvun sem boðar meiri þrældóm og harðnesku herraþjóna gagnvart innfæddum til að knýja ofur þannig iðnað norðurslóða. Með tímanum öðlaðist Afríkuþjóðir hins vegar sjálfstæði og sumpart aðgang á alþjóðlegum mörkuðum. Þessi aðgangur hefur þó alla tíð verið á forsendum Vesturlanda, þar sem þau eru góð í, hráefnavinnsla og hátækniiðnaður, flæðir rosalega frjálst. En þar sem þróunarþjóðir sér af sér hins vegar tolllagt í topp. Hráefni og landbúnaður sem getur mögulega lyft þróunarþjóðunum upp á sinn verðskuldaða stað, kemst ekki að því þau þurfum að vernda krúttlegu litlu bændafjölskyldunar í frönskum sveitahéruðum og stórbýli í freðmýri heimskautasvæðisins. Þetta er það sem gerist þegar vestræn ríki innlima ólík menningarsamfélög með valdi. Í dag höfum við fundið eitt slíkt til viðbótar og við verðum að læra þeirri reynslu. Arnór, það er enginn að tala að við ákveðum neitt fyrir þennan þjóðflokk og að hann verði að vera einangraður. Við verðum bara að ræða hvað væri æskilegt. En það er þeirra að velja og það vill svo til að þau hafa valið einangrun. Arnór Gunnar spurði hvort við vildum lifa í forneskjulega samfélagi. Nei, við viljum það ekki, en þessi þjóðflokkar vilja það, augljóslega. Stefán Snæd talaði sælukassa emmesinga. Stefán, mér alltaf þótt þetta vera rökleysa. Til þess að gangið það tilverinn í kassanum að vera sæla og þannig er það ekkert alltaf í fásæði. Arnór Gunnar, mér fannst þú mjög smekklegur og flottur í pontinni, ég vildi að vera kennarinn minn. Þú varst með kænsjó sem er mjög gott. Arnór talaði að gefa henni sneið af okkar velsæld. Það er falleg hugmynd en þannig hefur það miður aldrei verið í raunveruleikanum. Góði gestir, í hvert sinn sem Vesturlönd rjúfa einangrun framandi þjóðfélagshópa enda það í fokki. Hvort sem við erum að tala þjóðarmorð á Indíánum, aldalangt þrælapís svartamannsins eða viðskiptatolla og misnotkun stórfyrirtækja á hinum svokallaða frjálsa alþjóðamarkaði hafa öll samskipti milli norðurs og suðurs alla tíð einkennst af því að hinum sterkari hafa hagnast á hinum veikari. Þetta fólk sem við erum að tala leyfum við bara að vera í frið. Fundarstjóri, dómarar, aðstandendur og góða gestir. Við skulum byrja á nokkrum nauðsynlegum skilgreiningum. Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið kjaftæði ræðamann Stefán. Stefán, takk kærlega fyrir að byrja málflutning ykkar á því að ljúga. Það hefur engin foringi farið í viðtal og ef svo væri hefði hann þar með rofið einangruna. Og þá væri þessi keppni bara algjör óþekk. En þetta er góð hugmynd, Stefán, rétt frá einangruna og spyrjum foringjan hvort þau vilji dvelja þarna áfram yfir einn. Svo sagði Stefán að frumbyggjarnir væri sáttur í lífi eins og þetta. En hann byrjaði ræðan á því að segja okkur að þeir vissi ekki einu sinni að flott versögn, Stefán. Til að hafa ekki hugmynd hvað lífið getur verið miklu betra en það er hjá þeim. Við getum hjálpað þessu fólki heilan helling og Stefán benti á eina ástæðu, ekki eina einustu ástæðu fyrir því ég gerði það ekki. Stefán, ræðan mín var eins og tuska sem virkar ekki, bara ekkert rök. Fríkbúkarnir í FG eru annarkvort kærufundamenn í sögum Morfísturu. Það hafa verið keppt á 100 keppnir þar sem umræðinni var heimur versnandi fer. Og á ég segja svolítið? Liðið sem mælur á móti hefur alltaf unnið, alltaf. Viktor, allir þú staðfest. Og nú skal ég segja ykkur hvað er slegna. Við erum að standa okkur vel, meira saman drullu fokkin vel. Aldrei nokkur tíman hefur maðurinn haft það betra en nú. Og þetta er keppni málsins, lífið er part. Bóbolíli, nú ætlum ég að segja svolítið frá bóbolíl. Við verslingar viljum bjóða Bóbolíla velkomin í þetta partí. Bóbó, gott að verðu mitt. En ekki einhver, hvað segir þið gott? Bara allt von, sko. Bóbolíli, ekki hlusta á það. Komdu, sjáðu, heimurinn er fullur af snill. Fílupúkarnir í FG eru annarkvort ógeðslega fordómafullir eða bara með einhverja klikkaða fólkbíu fyrir breytingum.
og það bara ekki svo cool. Það bara fáránlegt að útiloka einn hóp fólks af þeim forsendum að MS hafi unnið Morfís með því að mæla með því að fá fræði verið sagt. En fyrst vegar, ég meina spurning. Djöfull erum við leiðileg! Þeir eru mikið þessi tíma á leikskólanum sem er alltaf að skilja það út undan og er svo svona Bó, ég er sko eitthvað góð í annar. Það sagði því að orða rétt í ræðist. Hvað er námið það að skilja út undan sem bara frekar nefnilegt sko. Eftirgengar í að einangra eitthvað og einangrun er bara fokkin Jakob segir mér, hvað hefur Bóbó líka gert til þess að verðskulda svona ómannlega? Kæru vinir, við þekkjum öll söguna syni húsbóndans sem ámyndi þræðin. En nú verða synir húsbóndans að áminna Viktor. Þú byrjaði ræðinina á að tala hvað heimurinn okkar væri frábært. Þakka kærlega fyrir það. Segja okkur í næstu ræðu, hvers vegna frumbygginu með ekki nótaðist með okkur. Og já, þetta er Stefán. Gleymdi tilbyrðinu. Og frumgestir, ég veit að ræðileg FG vann frasið fyrir að hafa keppt í Morfís-fræðir og 5 ára og djöfull eru þau líka flottir ræðir. En tóllinn þeirra bara rangur. Lífið er partí, ég er að tending, við erum öll að tending og nú er komið tími til þess að setja frumbyggjum inn vært og leyfa þeim að tenda þetta líka.